Gleðilegan föstudag og velkomin í Flæðiskerið. Við erum hérna með ykkur Rökkvi og Jói. Góðan daginn. Og ætlum að tala ýmislegt. Við erum með Arnbjörgu Hlíf Valsdóttur leikkonu með okkur sem ætlar að spjalla við okkur og svona. Men fyrst kannski ekki vegi að rifja upp síðasta þátt. Jú, það eiginlega nauðsynlegt því að í síðasta þætti vorum við með enga aðra en Leon C. og manninn Viktor sem gesti. Og ég á nú þann vafasama heiður að hafa verið hreltur af Leon C. Já. Að Leon C. og Jói gerðu at í mér og tóku mig alveg illa. Sem að ég á kannski bara skilið. Ég búin að vera að fjalla svo mikið internetstríðni og hérna í síðustu þáttum og hneyksla marga á því að það kannski bara mátlult á mig þessi tekin á eigin meðal og stríkt svolítið og hérna þá fá að finna hvernig það er. Það var mín hugmynd að við myndum fá Leon C. hérna og mér langar svo að tala við Leon C. hennar líf og fá einhverja svona sín á hana aðra en kannski viðtöl við Leon C. hafa oft verið svo öfgafull og einhverjir útvarpsmenn að rífast við hana eða vil reyna að gera að í eitthvað svona sem er hundleiðilegt að hlusta á og umfjöllun hana hefur mikið fjallað kannski að rífast við hana hvort að eitthvað sé rétt hjá henni sem hún sagði eða ekki og svona espan upp og mér finnst það leiðilegt og Leon C. er náttúrulega mjög áhugaverð kona sem hefur gert mjög margt áhugavert og hefur framleitt mikið af mjög skemmtilegu aðfinningar sem ég hef haft mjög gaman af, þannig að við vildum svona fá hana í viðtal og tala meira hennar líf og svona hvernig hún ólst upp í Indland og svoleiðis. En Jói Kúkalabi, hann hringir í Leon C. og segir henni að koma hérna og vera alveg brjáluð þegar ég tek á mótinni og hún var alveg brjáluð og ég eitthvað, hæ og eitthvað og hún bara öskraði bara hvað Ísland væri ömurlegt og hvað hún vildi tala með svo spiltu stjórnmálamenn og eitthvað svona, ég bara, já en Leon C. þetta er afþreyingarþáttur, ekkert gaman að tala það og hún bara eitthvað, þú vilt bara ekki að sannleikurinn komi í ljós og eitthvað bara af því að þú ert bara alveg svo allir hinnir og eitthvað og þú ert ekkert skárið en þessi og ég bara eitthvað, já, Viktor sæll hérna, hvernig fannst þér að eitthvað og bara þú talar ekki við Viktor, þú talar við mig eitthvað, Viktor er ekki viðtalið hérna og bara var alveg eins og stormsveipur og ég var svona að reyna að finna hvað ég ætti að segja og bara, já en það er miklu skemmtilega að tala tónlistina þínu heldur en að tala þú veist eitthvað spilling á Íslandi og eitthvað svona við erum ekki að tala þess að spiltu stjórnmálamenn og aflandsreikningarna þeirra og bara þú vilt bara ekki að sannleikin komi í ljós og eitthvað þú veist afþreying, þú vilt bara ekki að fólk heyri hvernig þetta er og bara öskraði allt niður sem ég sagði við hennar og ég kem bara hérna niður bara eins og svona blaðra sem búin að hleypa loftin úr og sest niður í hljóðverð bara þetta verður erfiður klukkutími og Jói byrjar að kynna og eitthvað svona og ég bara segi neitt og hérna konan mín sem var að hlusta þáttinn hún nú ekki fyrir að heyra mig þegja og tók einmitt eftir í hvernig bara fyrstu mínútunni hvernig ég segi bara ekkert og svo sest Leon C. og er bara þvílíkt hress og Jói ávarpar Viktor ég bara nú byrjast hún var bara nokkur að tala við Viktor og Viktor bara talar og er hress og hún er bara hress og fatta ég bara það voru bara ekki að í mér. Já, en þið var ekki sagt það fyrir eftir þáttinni Nei, nákvæmlega. Þannig að þú varst í ruglinu allan Já, þú vissir ekkert hvaðan aðeins stóð verið. Nei. Ég var alveg miður mín hérna sko, ég vissi ekkert hvað ég átti. Bara að reyna að fóta þig í útvarpsþættinni. Já, það er einmitt málið sko. Já. Þetta var mjög sérstakt og ég var uppgefin þegar ég kom heim til mín, ég þurfti bara að fara að sofa þess að þreytur. Mér finnst líf að segja alveg frábær sko. Já. Hún er mjög skemmtileg og bara gott að fá að kynnast þessari hlið á henni. Nei, það er nefnilega svolítið fyndið fyrir ekki að ég blanda mér í þetta. Nei, þú átt að blanda þér í þetta. Já, ég er í þættinum, ok. Hæ allir, ég er hérna. Við erum búin að kynna þig. Nei, en nefnilega með Leon C. Það er alveg merkilegt sko. Að því að þú veist og kannski hún hlusta á þetta, ég veit það ekki. Hún hefur orðið fyrir rosalegum fordómum af öllum. En svo er alltaf verið að tala í íslensku þjóðfélagi og almennt í heiminum að við nú öll að fá að vera eins og við erum og allt það. Já. Og hún er það sannanlega. Já. Og málið er að hún gerir rosalega marga og flotta hluti. Já, og skilurðu, og fylgir sinni samfæringu og bara gerir það. Ég segi allan fyrir mína parta að mér hefur fundist hún gera mjög margt skemmtilegt. Ég hef haft mjög gaman að mörgu sem hún hefur gert eins og til dæmis engin trekantur hér og litli sjóarinn og eitthvað svona, mér finnst alltaf drepfyndið. Mjög skemmtilegt. Já, en ég meina hún er samt að meina það sem hún er að gera. Og maður verður að passa sig á því. Við erum alltaf rosalega misjöfn sko og við náttúrulega förum inn í eitthvað svona pakka að eitthvað er í tísku og eitthvað þykir flott og bla 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 og annað sem ekki alveg fittar inn í það er bara ekki í lagi.
skilji, og það er ofsalega mikið hugsunin. Já. Mér finnst bara góð afþreying verið góð afþreying og mér finnst Leon C. svo sannlega búin að skila af sér mjög góður afþreying. Já, en veist, hún er líka bara góður listamaður. Já. Og það er svona svolítið fyndið með hana. Hún er vannmetin held ég. Já, hún er nefnilega vannmetin og þetta er alveg sagt í, þú veist, einlægni hjá mér. Af því að það er svo mikið, sko, það er í, að því ég er nú leikona og söngkona og svona, og í listum almennt og svona, það er ofsalega mikið svona snobb, hvað sé rétt, hvað sé flott, hvað sé, þú veist. Það bara, nei, þetta blífar ekki og, þú veist, og svolítið bara svona hver ætlar að vera vinur besta og hver ætlar að vera vinur frægasta og allt þetta. Svona hálfgeð pólitísk rétthugsun. Já, ég menna þetta er bara almennt held ég og er alltaf allan heim í öllu, samankortum við tala pólitík, listir, bara að þú veist, við erum svona hjarðmenni, við erum það. Já, ég held svolítið líka að það hefði gerst með hana þegar hún kemur fram hérna 1983-4 fyrst, ég veit ekki, það var allavega einhvern tímann á 9. áratugnum, að þá er hún svolítið svona að strippa á, svona í sinni framkomu eitthvað og ég held að það stimpla hana bara svolítið út af borðinu hjá rosalega mörgum leið sem er í rauninni fáránlegt. Ég meina, það deyr enginn af því að sjá einhverja konu bera ofan dansa. Það er ekkert eitthvað, af hverju er það eitthvað svona rosalega hræðilegt en ég held svona rosalega margir hafi ekki verið til í að taka hana alvarlega eftir að það byrjaði. Já, en það er nefnilega það að finna að maður getur alveg sett sig í gýrin eins og ég að vera rosalega alvarleg og taka allir rosalega alvarlega og vera aðeins svona djúpt þenkjandi listamæður og allt það og það er bara gott út af fyrir sig en það er óþólandi þegar að þú veist til dæmis listamenn og bara fólk almennt sem að vill hafa afþreyingu og já, vill líka og við viljum öll að þjóðfélagið og samfélagið allt og allir eiga að vera svo frjálsir og gera sitt og svona, gera síðan grín að mannesku sem er bara í alvörunni að fara alla leið með sína hluti. Já. Það er náttúrulega líka svolítið þannig að þetta er pínur hræstni að það er valla til íslenska norræn mynda sem er ekki einhver að striplast. Já, nei. Þú veist, og svo er eitthvað, ég veit ekki. Já, ég meina, það er auðvitað bara, þú veist, hver hefur sína skoðun á því, skilurðu, og það bara, hver velur fyrir sig, en meðan, ég held að það bara skiptir svo miklu máli eins og með, hérna, hana, hún er listamaður, skilurðu, og ég meina, það er nú bara strákur sem að, hérna, sló í gegn á Íslandi og var allsberinn í kassa í þú veist, í viku, hérna, núna fyrir nokkrum mánuðum, skiljiði, og það þáttir rosa flott, ef hann hefði gert það einhverjum áratugum fyrr, þá hefði það kannski bara, þú veist, stimplað út úr samfélaginu. Já, ég meina, þú veist, þetta er bara val hvers og eins og ég held að sé bara svo rosalega mikilvægt og þetta er bara svona alheims hugsun við getum sagt svo þú veist, að vera ekki að dæma hvert annað þetta er hennar val að gera hlutina svona Já, og svo er líka annað ef þú lítur þetta svona, að það finnst kannski mörgum Leon C. líti eitthvað of stórt á sig og vera með of miklu yfirlýsingar hvað hún hafi mikla hæfileika og svoleiðis en Leon C. er bara rosa hreinskilin og þú veist, það er nánast valla hægt að finna þann listamann sem er ekki með einhverjar órunnhæfur hugmyndir sitt eigið ágæti. Nei, nefnum bara listamenn og politikusa og hverja sem er. Já. Og svo er okkur stannslega sagt á hverjum degi, segðu við sjálfum að þú sett frábæra aðeinslustur heimi. Og er það þá ekki bara fínt? Þú veist, gerum við einhverjum öðrum eitthvað gott ef við ætlum alltaf að jarða það sem að við sjálf viljum vera. Er ekki bara, þú veist. Innan ákveðina marka að sjálfsögðu, þú veist, og þá er ég að tala skilur, þú verður náttúrulega að bera virðingu fyrir öðrum í kringum þig og allt það en auðvitað verður fólk bara að velja ég meina það heimurinn er fullur af alls konar sem við bæði fílum og fílum ekki Já, og svo er líka, það er náttúrulega alveg staðreynd að Leon C. hefur lent í rauninni hlutum sem eru í rauninni bara, eins og það myndi heita á ensku harassment, í rauninni bara áreiti sem er bara langt fyrir utan það sem er löglegt og ég meina ef einhver segir eitthvað sem að þér finnst eitthvað móðgandi í fjölmiðlum þú veist, þá réttlega það ekki frá að henda eggjum í húsi hjá manneskinni Nei. Að ég meina, það hafa fáir lent í því sem að margir hafa sagt í rauninni miklu þú veist, umdeildari hluti heldur en hún þannig hringja á nóttunni það er ekki verið að hringja á nóttunni í marga af þessum bankamönnum sem að eru búin að ræna Ísland milljörðum að henda eggjum í húsin þeirra einu sinni Mér finnst oft þegar fólk er að auðvitað er fullt af fólki í heiminum og þessum heimurinn og eins og hann er góður á margan hátt en að vera liti ekki af því það er fullt af fólki sem gerir hluti sem við erum ekki sátt við en við hjálpum heiminum ekkert með því að nýðast á þessu fólki sko Nei, og svo það er ekki eins og hún hafi haft neitt vald heldur til þess að breyta einhverju þú veist, mitt líf eða almenningslíf á Íslandi, hún hefur ekki sett einhver skattalög eða svikið undan skatta einhverja milljarði eða eitthvað, þannig að þessi ótrúlega heift út í hana er í rauninni ótrúlega barnaleg Þetta er ekki bara ótti hjá fólki Já, það er jafnvel afbrýðsemi Jú, og kannski bara upphefja sjálfan sig
Ég held að sé rosalega mikið bara hræðsla hjá fólki við eitthvað sem öðruvísi og einmitt við þá sem þora að fara einhverjar aðra leiðir og þora að halda sínu fram í alveg talað. Já, og það alveg satt, Leon Sig alls ekki fölsk. Nei, hún það hún ekki. Hún kemur til dyra eins og hún klætt. Já, hún segir það sem henni finnst. Já, nákvæmlega. Já. Og þannig bara, sko, þetta bara gott motto í lífinu mitt að taka hana sitt bara til fyrirmyndar, held ég. Já, bara halda sínu striki. Já, alveg sama hvað bjátar. Já. Og ég meina, það ætlar að ég auðvitað algjörlega fyrir neðan alla hellur að menn þurfa að flytja úr landi til að fá frið, sko. Já, sem í rauninni eiginlega það sem hún að gera. Já. Því að hún verður bara fyrir svo miklu áreiti og einhver hálfvitar að ringja hana á nóttinu og segja nennir að syngja lag fyrir mig fullir og eitthvað, þú veist, það náttúrulega Já, en þetta náttúrulega eitthvað sem bara þú verður að taka þú veist, það þurfa allir að taka einhverju og það sem þú gerir, það fylgir því alltaf einhver ákveðu pakki ég veit það, og maður verður bara að sætta sig við það þetta er samt meira hjá henni heldur en nokkur innum held ég Jú, sæmilega, líklega auðvitað hef ég alveg fengið einhver svona öðat út á eitthvað sem ég hef gert sem listamaður innan gæslappa listamaður Ég veist eiginlega fyrir að fórnátt að kalla mig listamann, kannski vera afþreyingar fígúra. Afþreyingar fígúra, þetta er gott. Já, afþreyingar fígúra. En já, það kemur ýmislegt með því að verða þekktur með því að í rauninni setja þig út sem opinbera persónu, gera eitthvað opinberlega. Þá náttúrulega getur lent í einhverju svona dóti en ég meina ég hef svo sem ekkert einhver hvart undan þó einhver hafi skrifað í sig fáviti eða ég vil senda mér SMS að í sig fáviti eða eitthvað, það er ekkert sem að ég fyrir að græna yfir, sko. Nei, það þýðir ekki tíma. Þú lendi einhverju svona skrýnu og þú nú leikona? Já, alls konar. Það ekki? Jú, það alls konar gerst. En jú, að sjálfsögðu, sannarlega, sem að bara verulega hefur trublað mig oft, sko. Já. En ég held að það sé bara eitthvað sem að, sko, þú veist, það er alltaf eitthvað hjá öllum sem trublar þá. Já. Sama hvað það er. Þú veist, hvort sem þú ert, skilurðu virkilega low profile manneskja sem ég reyndar til mig svona frekar vera, ég eiginlega vil vera þannig, ég vil bara vinna mína og vera svolítið í friði en ég held að sé samt í öllum það, þú veist, það koma óvænt atvöku upp í lífinu og öllum Já, enda hvað sem þú þekktur eða ekki þekktur þú veist. Þú ekkert verið að láta mikið að bera fyrir utan leiklistina, til dæmis, þú ert ekkert að taka þátt í einhverju sérstakri umræðu kannski í samfélaginu, eins og margir leikar að gera Já, það er alveg rétt. Þú kannski vilt frekar vera á hliðalínunni og bara fylgjast með Ég svolítið svona ég reyndar sko, hún að vera að pæla aðeins í því undanfarið, hún að fara kannski að langa aðeins meira að láta til mín ekki alltaf að vera áberandi, en að láta meira til mín taka Já. En þú lentir nú óvænt í því að þú varst að skrifa eitthvað á Facebook eitthvað þegar maður varst pyrrið yfir einhverju í húsnæðismálum hjá þér og þá allt í mér það lendi djöfa Já, nákvæmlega Bara eitthvað sem að þú skrifa En mér fannst það hlægilegast af öllu einhvern veginn, mér finnst það svo fyndi hvað er svona stjörnugert fólk sko, nú er ég nú ekki búin að leika sko í meirinn ár Já. og lék í rauninni mjög lítið síðustu árina því ég bara dró mig í hlé af ákveðnum ástæðum og hef alltaf verið svona frekar svona tilbaka, ég það í rauninni, það rosalega auðvelt fyrir mig að fara á svið og fara í einhvern búning og þú veist allt það en jú, mér fannst það ótrúlega hlægilegt sko og þá fannst mér þetta svo opbroslega típugert sko leikona á Grettisgötunni þú veist eitthvað, ég bara ég sjálf á Grettisgötunni og við íbúarnir hérna og nágrannar mínir skilur við, en þetta er náttúrulega bara þú veist, maður er bara sagt sér við það þetta er bara, og þetta er ofsalega íslenskt samfélag og auðvitað alheims og bara þetta leikarar séu aðalmálið í þú veist hvað sem þeir gera skilur við og þetta hefur pirrað mig oft alveg rosalega skilur við mér langar bara að geta að hafa mér eins og abaköttur stundum eins og aðri gera á þess að það sé bara sett í divaf og jú, ég reyndar að þjórst að tala um þetta og við rættum það nú hvort við allir eitthvað að ræða þetta ekki ég er að sjálfsögðu og það var best að segja það bara hér í útvarpinu þannig að fólk heyri ég sagði hluti sem að voru ekki fallegir skilur og særðu fólk og það er ekki minn vilji skilji og ég reynda baðst síðan afsökunar á því og fekk skítkasta móti sjálf og allt það en það er allt settlað og ég ætla ekki að fara nánar út í það hvað er búið að ganga á í húsinu það er eitthvað sem væri bara þú veist, útastáttur út af fyrir sig en allavega það er allt í góðu gengi og þetta er bara, þú veist, þetta er bara persónuleg mál en eins og ég segi, ég sannarlega misti með hana af ástæðu, taka það fram af mjög góðri ástæðu mjög áhugavert við þetta er að sýna í rauninni hvað interneti getur gert ég minna það hringdu 5 blaðamenn í mig þetta var klukkan 10:30 kvöld eða 11 já. skiljiði, og þeir voru búin að hringja kortir seinna
Já. bara 5 blaðamenn og þú hugsaði bara hvað les ég á morgun já, ég hugsaði bara og ég sagði fyrirgefið þið, þetta var nú bara Facebook færsla, ég vil bara ekki þetta fyrir fjölmiðla, ég bara misti mig og ég tók þetta strax út og svona sko, því ég bara fattaði að því ég nú frekar svona ég vil eitthvað með lappirnar á jörðinu sko og nei, það og ég sagði bara alls ekki og þeir þú veist, þetta er bara fjölmiðla mennska og það er bara þannig og maður verður bara að sætta sig við það en ég sko, mér fannst þetta algjörlega og þegar ég sá þetta og mér finnst það eitthvað svo óraunverulegt af því að ég er bara, eins og ég hef sagt við marga sko, ég er ekki drosa, þú veist borgabann, ég er ekki drosa svona já, eiginlega bara verið stóri á sveitabæja og rekta ykkur rættur sko. En ef að þú hefði líka bara verið einhver bóndakona, þú veist þá hefði ekkert verið eitthvað bóndakona hérna á Grettisgötunni, brjáluði yfir einhverju þá hefði ekki verið frétt það en maður veit samt ekki, maður veit það ekki maður verður bara, ég veit það ekki þetta er ekki svona alvarlegt, nema ég var mjög miður mín að ég sagði orð sem særðu og mér fannst það mjög leiðilegt, af því það var ekki ætlunin af því ég er ekki fullkomin sjálf nei. En hins vegar hafði ég sannlega ástæður fyrir að segja þetta, svo mikið er víst Við allavega dæmum þig ekki neitt Við höfum bara svolítið verið að fjalla hvað interneti getur verið klikkað í þessu hvernig einhver sem að kemur í skrítið viðtal í fjölmiðli allt í norðin heimsfrægur af því hann talaði einhvern veginn næstan lengur viðtali einhvers staðar og við vorum að tala Dwayne Dodson sem var frægur af því að það var ekki viðtal við hann af því að braust ykkur maður inn til hans og daginn eftir þetta ekki viðtal við hana sem að lýsa þessu og svo eru gerði remix af þessu og sett á YouTube og eitthvað svona lag með honum sem er með 130 miljón áhorf á YouTube þessi maður bara heimsfrægur bara allt í einu bara þessu þetta er bara, ég hugsaði þetta nú einmitt bara áðan þegar ég var að koma til ykkar ég sagði bara, hvað er ég að spá að fara í þetta út að setja svo hlusta fólk á það og dæmum út frá því svo hugsaði ég og þetta er bara held ég ákveðin þroski bara þengt gott að ég var afsakið enskuna að ég var fertugum daginn skilur við að ég sagði bara, svo být, fólk bara þá hugsar það bara það sem við hugsa mér er alveg sama Veistu hvað ég hugsa alltaf bara ég á þýska konu sko og börnin mín eru þýski ríkisborgarar að ef að ég greif mér of djúpa gröf á Ísland og flyti bara til Þýskaland þegar ég ættir af konunum mínar verður bara eitthvað Herr Steinbrenner í Þýskalandi bara flúin Nei, þú ætti að náða þýska mann svo getur þetta vinnu minn góður, þýskan þjóðverjar Rökkvi það er reynst mér vel sko já, þjóðverjar eru frábærir konan mín er svona jarðtengingin mín já, það er nú gott það er gott að þú hefur einhverja jarðtengingu eftir ég slapp undan völdi móður mínar og flutti út þá hafði ég enga jarðtengingu þannig að þú náður í þýska konu almennilegt þá var mamma mín líka mjög ánægð að eitthvað svona einhver rödd skynsemi í mínu lífi það er nú gott en hvernig er annars að búa á Grettisgötu? Er ekki bara fínt að vera hana? Heyrðu, þetta er bara ekki að spanna upp nei, nákvæmlega ekki byrja og ég veit að það er búið svolítið erfitt ástand út af framkvæmdum og svona þetta er búið að ganga ímislegt ánumlega í þessari götu en ég er búin að búa í þessari götu sínu á 22 ára og ég er 40 ára skiljið, fyrsta íbúðin mín var hann aðeins neðar í götunni svo seldi ég hana og keypti þessa íbúð svo er ég alltaf á leiðin að flytja það haldi alltaf allir í sig að flytja en svo flytja ég aldrei af því að ég er bara svo vana först þið eru svona baráttu fólk hann að Grettisgötunni sko. það er Egill Ólafs og eitthvað svona já, við erum svona, daldið, það er smá svona stemning sko, Bjarga Silfurreininum og allt það svo kemur fólk svona út á mótnum og það er svona, já, hvernig gengur í húsinu og þú veist er svolítið bara svona eins og út í sveit já, það er nefnilega að finna því ég er fædd og uppalinn á Akureyri og síðar í Garðabæ og svo í Meðbænum og ég hef alltaf verið svona þú veist, að halda margir í sér rosalega miðbæjarotta og ég varða aldrei, kannski er ég að verða það núna ég veit að ég hef aldrei verið svona kaffihúsa típa lattileipandi típa ég ætla að reyna að verða það, ég held ég fyrir gott að því nei, en það er hins vegar komið með það er fallega við miðbæinn í Reykjavík fyrir svona landsbyggðartútt eins og mig sem hefur alltaf þótt þetta ómögulegt að ég er að fatta það loksins að það er svona þorpsmenningarna veist, þetta er pínu svona innan hverfana í hverfinu þetta er svona Kópasker Reykjavíkur pínu en þú veist, þetta er fallegt og þetta er notalegt þú veist, ég er alveg upp í stórum húsum með víti veggja og útsýni og ég er hann í pínlítið íbúð sko, og hún er náttúrulega alltaf lítil það er bara þannig fyrir okkur en ekki kannski með marga en ég veit það ekki þú veist, í raun og veru þarf ég kannski ekkit svo og við flest, við þurfum ekkit svo mikið sko Nei. En það skiptir svo opbúslega miklu máli hvað fólk er í kringum hana
það sko Það skiptir svo öllu máli að hafa pláss ef að tengda mamma mann spyr hjá manni. Já. Ég komist að því. Heyrðu, ég var einmitt með þessa hugsun bara áðan. Já, Ég var að gera grína tengdamæðurum við systur mína. Ég samt hata ekki tengdamömmu meir en það. Ég eiginlega ekki búin að sleppa hendina fyrrverandi tengdamömmu. Hún eiginlega ennþá, já. ég fer ennþá hérna til Kanada og fæ að búa hjá henni og eitthvað svona. En er þetta ekki bara fallegt? Þurfum við ekki Jú. bara öll að vera í tengslum, hvort það verður fyrrverandi eða núverandi eða... Jó, ég held það. Ég held að sé svona ágætt að rækta þetta bara og vera bara svona melló á því, sko. Maður læra þetta hérna, þú veist, bara ást og kærleikur allt kring, er það ekki bara málið? Jú. En maður getur það stundum erfitt. Já, það er svo sannlega Ég stundum var- erfitt. Þegar þú varst að tala um að vilja ekki móðga neitt að særa neitt á netinu þá hugsaði ég, ok, þá ert þú betri manneski en ég. Já, ok. Já. Ég er náttúrulega bara eins og annað fólk, ég hef oft móðgað og sært fólk og bara, það er bara sennilega mannlegt. Já. Er það ekki? Jú, ég allavega get ekki þóst verið einhver engill þar. Nei, ég veit hvert þú ert, Rökkvi. Það var það. Ég svona hugsa sjálfur svona þegar einhver annar talar um sínar syndir, sko, ekki þetta mikið sambörði við mig. En þú byrjar rosalega ung í listabransanum að leika og syngja. Ertu bara búin að vera upp á kolli þegar þú var slítil bara, þú veist, og syngja og leika? Já, maður segja það. Já, eiginlega. Já. Ég ætla að var svona, þú veist, eins og ég segi, ég, þú veist, bjó á Akureyri þangað til ég var 13 ára Já. og ég átti frábæra foreldra og mamma verið í þeirri stöðu og hún gat alltaf verið til staðar fyrir mig að hjálpa mér og stuða mig öll sem ég vildi taka mig fyrir hendur Já, já. sem þýddi að ég var í öllu sem hægt var að vera í á Akureyri. Þau eru ennþá á lífi eða eitthvað? En mamma er alveg, pappi er löngu dáin. Þannig að hún er ekki frábær lengur, þú sagði nefnilega voru frábær. Jú, nei, ég meina hún er stórkostleg, hún var það áttræðin daginn. Halló mamma mín, ég veit hvort að hlusta á mig. Já, það er gaman að heyra það. Hérna, nei, en það gerði það að verkum að ég gat sko, ég fekk tækifæri, kannski miklu meir en mörgunni börn. Já. Að sinna dansinum, feimleikunum, skíðunum, kórnum, þú veist, klarinettinu, bara öllu, fattar við, skautunum, það var alveg sama hvað það var. En þú hefur verið einn af þessum krökkum sem var bara endalaust, bara nú er skólinn búinn þá fyrir að skautaæfingu, svo skautaæfingu búinn þá fyrir að spila á fiðluna, svo, eða klarinettið og svo, Já, ég var sá krakki. Það er bara, börnum á landi hafa einhvern veginn miklu meir tækifæri til þess að gera eitthvað svona. Já, Virðist vera. já, en það var líka sko, og nota benni, þegar þú segir þetta, ég hef verið svona krakki sem að bara fór og gerði. Ég hafði líka tíma til að leika mér. ok. Já. Og það er náttúrulega svolítið annað en, þú veist, þetta er eina sem pirrar mig oft við Reykjavík, eins og í tengslum við dóttur mína sem er að verða 9 ára. Það er allar þessar vegalengdir og Já. allt þetta, þú veist, allt þetta bras. Já. Já, já. Leita stæði. Já, leitast, allt þetta, þú veist, og svo er plús það, jú, að allir, þú veist, mamma var heimavinnandi, skilur, en auðvitað með 5 börn og stórt heimili og þú veist, bara 200% vinna fyrir hana. En, þú veist, í dag, það er allir að vera útvinnandi og ná karrieri vinninni. Já. Og börnin er að standa sér rosalega vel í skólanum og verið í tónstundum. Já. Svo Og verða íþróttasnillingar eða tónlistasnillingar. Já, og svo maður hafa æðislan mat en samt eiga börnin að fara á réttum tíma að sofa en samt eiga þeir líka sinna því að leika sér með vinnu sínum. Já. Og þú átt að ná að vinna yfirvinnu en samt skuttla krökkunum í Já. skauta Já, já. og fiðlu og já. karate Þetta og- já. eru svolítið sko óraunhæfar kröfur og ég er svolítið gamaldags að þessu leiti. Mér finnst alltaf að gera kröfur, Já. skiljiði, og við eigum að gera kröfur til sjálfur okkar en fyrst og fremst það að vera bara hamingjusöm sko. Já. En það var kannski á þessum tíma öðruvísi að því að já, það var auðvitað þarna fyrir norðan, það var styttra í alla hluti, ekki spurning. Já, já. Og ég er náttúrulega svo heppin að hafa svona ótrúlega stuðning foreldra minna og já, systkina sem eru öll eldri en ég sko. Þannig að, jú, ég var þetta barn sem að bara og var svo heppin að hérna að vera fenginn til að leika með leikfélag Akureyrar þegar ég var 11 ára. Já. Var þá búin að, þú veist, vera í öllum hlutverkum í skólaleikardum frá því ég var bara 6 ára sko. Þannig að þetta bara þróaðist svona. Svo ætlaði ég nú alltaf að verða skurðlæknir. Ég var bara svo léleg í starffræði. Það er yfirleitt reynt að síja alltaf út úr námi með starffræði. Já, það er svolítið svona. Svolítið þannig. Ég man nefnilega því að ég fór síðan í MR hérna, menntaskólinni í Reykjavík, hérna fyrir sunnan. Og var þá í fullu hérna, ég var í dansi svo mikið og kefti út allan heim og
Íslandsmeistari og allur pakkin sko og og mér fannst svo leiðilegt að því að eiginlega mestmegnaði vinir mínum voru í MH og ég var í MR og ég stóð mig, mjög vel í náminu og allt það en þau fengu allir metið listastúsið voru kannski tónlistabraut eða eitthvað og fengu metið það bara fengu bara danstímana sína eða hvað sem það var ekkert svoleiðis í MR sko MH náttúrulega rosalega mikið svona listaskóli og rosalega mikið listafólki sem fer í hann og ég hef örgulega áður sagt þetta í þessum þætti en mjög oft þegar ég hitt eitthvað fólk og heilsaði með konu minni þá segi ég manst ekki eftir þessum eða þessari við sáum hann eða hann í þessum þætti eða þessari bíómynd og henni finnst þetta mjög furðulegt þetta miklu oftar fólk sem ég þekki bara úr MH frekar heldur en einhver sem ég hef unnið með í uppstandsbransanum ég skilji Jú, það er alveg líka frækt fólk sem ég þekki kannski gegnum það eins og Helga Braga eða Þorsteinn Guðmundsson eða einhver svoleiðis en langt mest af þessu bara gömlu bekkjafélagar mínir úr MH sko. Já en nú sér til dæmis eins og MR það náttúrulega mikið að listafólki sem hefur komið úr MR og verið í MR og þannig skilur og því herranótt náttúrulega frábært leikfélag og þú veist en ég að segja þetta var svona þú veist þarna kom allt í einu svona tími þar sem ég þurfti til að bara gera upp við mig og sætta mig við það þú veist, ég þurfti bara að velja þú veist ætlaði ég að dansa og leika áfram eða ætlaði ég að sleppa því og einbeita mér að starffræðinni og valið var bara frekar einfalt það er svona frekar erfitt svona ákveða frekar setjast niður og reikna nefnum sér rosa mikill nörd ég held að ég sé nú bara alveg brjálaði nörd bara á annan hátt ekki starffræði nörd mér finnst þeir sem eru ekki starffræði nörd að bara ekki vera alvöru nördar sko það er alveg líka svona snobb innan nördaheimsins hvað er alvöru nörd og hvað er réttmætni nörd og hvað ekki sannanlega ég er nú bara búin að standa ég var alltaf mjög góð í starffræði sko þegar ég var yngri svo fór áhugin og náttúrulega leiðu áhugin fer þá nærði ekki neina fram og ég hef staðið með þessu núna því að nú er ég að hjálpa dóttur minni með heimanám og svona alltaf á hverjum degi og segðu þar með tali starffræði hvernig gengur það? Það bara endar í því hringi kennarinn og segir það Ingibjörg ég ég bara man þetta ekki Nei veistu það, ég tók eftir sig á mínum börnum sko að ég skoða námsundar, einmitt starffræðina þá er þetta eitthvað allt annað en við höfum verið að læra allt öðru sér aðferðir og allt reyndar, það eru marga mismun en það er nú samt svona, þetta er svona grunn aðferðir meina svoleiðis en ég er svolítið góð í sko, ég er ótrúlega góð í að læra hluti þegar ég þarf að læra þá svo hendi ég þeim þegar ég er búin að nota þá fara út úr minninu bara þú ert ekki að fylla höfuð á óþörfum upplýsingum nei, ég er ekki að fylla höfuð á óþörfum upplýsingum ég er svona ógeðslega leiðilegi gaurinn sko, ég er með gráðu í lífefnafræði en ég hef eiginlega ekkert unnið við það en ég er svona gaurinn sem einhver segir sko, já, þú getur alveg bara hækka sýrustigið 20 stig og drekku sýru bara, nei hvað er sýrustig, segðu mér það það er hvað það er súrt í líkamanum eða súrt eitthvað bara, já, ok, hvernig er það mælt, hver mæli hvernig á það ég veit það ekki, þú veist hvort er súrar að stífustig 3 eða 5 ég er svona leiðilegur, ég er alveg svona nutta fólki upp og ég veit ekki hvað að tala þú ert alvöru nörd já, ég er alvöru nörd þú ert alvöru nörd ég tók svona á vinnustæðinu mínum núna daginn var alveg ógeðslega leiðilegur bara útvarpsaga í lífefnafræði já en þeir hlusta á þáttinn Flæðiskeiðið einmitt á útvarpssögu Jóhann Kristjánsson með ykkur hérna og Rökkvi Vésteinsson og Arnbjörg Hlíf Valsdóttir hún er hérna hjá okkur, leikona og við ætlum að koma hérna eftir smástundu við ætlum að fá auglýsingar núna Dire Straits, Walk of Life eða lífsgangan, getur ekki kallað það bara og við erum eiginlega bara að tala svona lífsgönguna lífsgangan við erum svona næstu komin út í svona eitthvað sjálfsjálfbart dótum Arnbjörg er komin 30 metrar frá mikrofónunum fólk var að reyna að lifa á fullkomnu ég er alveg svo afslöpuð hérna hjá okkur ég bara halla mér aftur í sætinu og gleymi þennan mikrofóninum og er ótrúlega óprofessional svo í slettinum er ég enskuðum ófagleg heitir það á íslensku ófagleg við tölum í íslensku hér það er íslenska, já en þetta er svona, við vorum að ræða bara svona þitt líf svolítið já, mér finnst það ótrúlega fyndið þú er ekkert verið mikið fyrir það eða? Mér finnst ekki rosalega skemmtilegt samt læti drama í viðtölu og alls konar og hef ótrúlega gaman að ég er sannlega svona athyglisjúk já, getur verið, svona laumi athyglisjúk já, laumi, þetta er eitthvað mér finnst gaman sko að tala ég bara vil helst að fólk hlusta á mig já, ég mitt við erum líka kannski meira að tala ýmsar pælingar heldur en endilega sko
Já, mér finnst ekki rosalega gaman að tala sjálf. Við erum ekkert komin út í bullandi sjálfhverfu hérna. Ekki bullandi, pínu, smá. Pínu. Nei. Pínu sjálfhverfu og pínu meðvirkni. Pínu. Nei, en hérna, mitt líf, já, hvað vil ég vita? Ef ekki tala líf mannsins en næst. Já, því að þú... Mannsins míns. Hver nú það? Já, við kannski spyrjum. Er svo staðalaus? Já, auglýsa á morgun. Við auglýstum eftir pólskum manni fyrir Elvedögg daginn af því að hann var kannski til Það var Póllands. jótrúlega sniður og bara setja auglýsingu sem bara svona stöðu. Ég meina, er þetta ekki hvort þið er bara svona staða, bara svona praktikal? Það verða kosningar í júní. Það var mjög gott, getið sýnt þessu fyrir mig Aldrei að vita En við vorum einmitt daginn, þá kom hún Elva Dögg Gunnarsdóttir okkar Þá vorum við búin að plana það að finna fyrir hann pólska mann sem myndi fara með hann í rómantíska ferð til Auschwitz Þetta var hennar hugmynd Þetta var hennar hugmynd Ég hætti mér ekki í þetta með þýska konu að vera Ella mía Ef hún að hlusta og ég að grínast með þetta þá það sófinn fyrir mig næstu vikuna Nákvæmlega Takk Jói Það er alltaf að vera grám línum Já, alltaf að grínast stundum með maður stundum að hafa húmor fyrir hlutunum þá séu dramatískir Þannig, nei, ég veit ekki því með alveg mann fyrir mig, það er allt í lagi endilega viljið það bara allt í lagi Fyrir ykkur sem er ekki alveg áttu gráði hver Arnbjörg þá er hún konan sem leik draugin í stelpunum mjög eftirminnilega Það besta sem að getur svona besta sem ég Það er svona eftirminnilega draugurinn í stelpunum Ég var nú reyndar alltaf svo föst í svo stórum svona dramatískum rullum Já, reyndar, það er rétt Þannig og svo var ég með svo mikla félagsfælni þegar ég var að leika eða svona fólksfælni að ég á heima 3 mínútum í burtu að ég keyrði niður í leikhús þegar ég var að fara að sýna og keyrði síðan aftur heim til mín til að ég myndi örugglega ekki hitta neitt talandi svona fælni það Er það ekki óþægilt fyrir leikar að vera félagsfælnir? Nei, ég held að síðan það bara flesti leikarar Er það? Mjög margir allavega Það kannski fá bara nóg af þessu Nei, ég held að þetta sé eitthvað tengt í að maður alltaf einhvern veginn berskjald að segja upp á sviði og nú hljómar þetta ógeðslega dramatíst ok, komum með drama upp á sviði fyrir fram að fullan sala fólki sem þú veist ekkert hverjir eru að þau sita bara í myrkrinu og þú bara gerir þitt og rýfur úr tilfinningarnar og hjartar og eitthvað slag gaman, ég er ekki vorkenni mér í þessu notabenni vorkenni mér nóg yfir höfuð nei, en þú veist, þá er þetta eitthvað svona maður verður eitthvað svona allavega ég var alltaf ókslega inn í mig En ég skil það alveg því að þú hefur ákveðin skammta af einhverju af hlutum í þínu lífi og þú hefur alveg eins og hefur líkamlega orku og getur ekki gert arbegur allan daginn og þú getur ekki talað við fólk allan dag eða flestir geta það ekki þannig að þegar þú ert búin með þetta þú ert búin að gefa mikið af sjálfur þér svona sem við notum svona klísju þá langar þig kannski bara að fara og lesa bók eða fara í iPad eða eitthvað og nennir ekki að þurfa að gefa meira af þér og eitthvað þetta er krefjandi það er svolítið þannig þú ert búin með þetta það er svolítið þannig, maður fer náttúrulega inn í eitthvað hlutverk þú veist, sem þú er náttúrulega vissulega búin að æfa og allt það og þú gerir það og þú setur allt þitt í það á meðan og svo er þetta búið og þá einhvern veginn viltu bara fá að fara heimtíðin Já, ég trúi því vel ég skil það og mjög það var bara og aldrei lendi því, ég heyrði nefnilega eitt leikara hann myndist á það eins og ég ætla nú ekki að nefna nafni hans nei. að því honum fannst þetta vandrarlegt og vildi ekki kannski segja það beint en hann sagði mig það að þegar hann var að leika og svo var hann bara svo fastur með hugan við hlutverkið hann átti það til að leika persóna bara við konuna sína og var einhvern veginn fastur bara við hlutverkinu Það er ótrúlegt ég reyndar hef alveg upplegað þannig að því að ég teka með hlutverk og þetta er eitthvað sem ég þarf bara maður þarf að þjálfa með sér maður getur ekki gefið sér svo gjörsamt maður verður að líta á þetta sem vinnu maður getur ekki fórnað öllu sínu lífi þú veist, maður á barn og fjölskyldu og annað líf líka þú veist, maður getur ekki fórnað öllu svona opaslega fyrir hlutverki en ég gerði það alltaf þannig að ég man eins og það var eitt hlutverk sem dæmi það var eitt aðalhlutverki í Hreinsun eftir Sophie Oksanen fræga bókin finnska mansals stúlkuna og þetta allt það sem maður þurfti að velta sér upp úr þessum heimi alveg allan daginn út og inn viðbjóður hrikalegri mannlegri þjáningu og niðurlægingu ég þurfti að beita í alvörinu ofbeldi góða vinkonu mína notabenni fullorðna konu
Margréti Helgu, eina af okkur stórkostlegustu leikonum, skilurðu, Já. og ég var beitt ofbeldi